Já, veriði velkomin við skjáin árið góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér að hefjast leikur Káa og HK í Lengjubikarnum í fótboltanum. Enn ein útsendingin hjá Káa TV í dag. Við erum búin að sýna frá stefnumóti þriðaflokks kvenna hérna í Bóganum. Síðan sýndum við sigur Káa á Vestramönnum í Blakkinu í Kávilinu og svo Káa Þór FH í handboltanum í beinni núna og Káa Þór að sækja mikilvægan sigur, þar að með öruggt forskot. Nú biðum við bara eftir því að sjá hvernig fótboltinn fer. Vonum að við fáum enn einn Káa sigurinn hér í dag. En við skulum fara að renna yfir liðin. Byrjum á gestunum úr Kópavoginum. Ágúst Stefánsson heiti ég og verð með ykkur í dag og á myndalinn Baldur Halldórsson. Reynum að gera okkar best að koma sér sem best til ykkar heim í stofu eða hvar sem þið að horfa á þetta. En jæja, hérna sjáum við lið gestana. Númer 25 í markinu Arnar Freyr Ólafsson, útileikmenn Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Leifur Andri Leifsson, Birkir Valur Jónsson, Birnir Snær Ingason, Arnþór Ari Atlason, Bjarni Gunnarsson, Ólafur Örn Eyjálsson, Ívar Örn Jónsson, Martin Brósen og Stefán Ljúbisic. Varamenn eru svo Ólafur Örn Ásgeirsson, Ásgeir Martinsson, Alexander Freyr Sindarsson, Jón Arnar Bardal, Atli Arnarsson, Örvar Eggertsson og Bjarni Páll Runnarsson. Þjálfari þeirra svo sjálfsögðu Brynjar Björn Gunnarsson. HK hefur byrjað Lengjubikarinn af krafti. Ég með fullt úr stiga fyrstu 2 leikina og Káa getur jafnað á stigum með sigri hér í dag. Káa tapaði fyrir Val í fyrstu umferðinni 1-0 hér í Bóganum en vann 5-0 stórsigur á Víking Ólafsvík á Akranesi síðustu helgi og nokkuð ljóst að Káa þarf að vinna í dag ef þeir ætla að reyna að sækja í annað af 2 efstu sætunum í þessu riðli sem að gefa þátttöku rétt í 8 liða úrslitum Lengjubikarsins. En við skulum kíkja á hvernig Káa-lið uppsett að þessu sinni. Það svona í markinu Kristján Jæjaló. Kristján mættur aftur í ramman. Steindór Már Auðunsson var í markinu gegn Ólafsvík. Svo númer 5 Ívar Örn Árnason. Númer 7 Daniel Hafsteinsson. Frábært að sjá hann aftur í kábununum. Númer 10 Hallgrímur Mar Steingrímsson. Númer 11 Ásgeir Sigurgeirsson. Númer 14 Andri Fannar Stefánsson. 16 Brynjar Ingi Bjarnason. 21 Nökkvi Þeyr Þórisson. 22 Hrannar Björn Steingrímsson. Númer 26 Jonathan Hendricks. Þurfum að fara að mynda kappan. Nýlega mættur norður og strax farin að láta til sín taka, skoraði í síðasta leik. Og númer 30 Sveinn Margeir Hauksson. Varamenn hjá Káa í dag eru Steinþór Már Auðunsson, Rodrigo Gómez Mateo, Kári Gautason, Björgvin Máni Bjarnason, Valdimar Logi Sævarsson. Leik sinn fyrsta leik fyrir Káa á gegn Ólafsvík daginn, ungur strákur sem á framtíðina fyrir sér. 19 Elvar Máni Guðmundsson, búinn að leika að ég held núna 2 leiki í meistaraflokki og Atli Snær Stefánsson. Þjálfari svo að sjálfsögðu Arnar Gretarsson. Það fer að koma að því að við ferum að hefja hana leik og eins og ég segi verður vonandi spennandi leikur. Ég reikta svo sem með að Valsmenn klári riðlinn úr þessu. Við erum búin að vinna Káa í uppgjöri liðana í Pepsi Max-deildinni og þá kannski meiri slagur hérna milli Káa og HK hvort liðið fylgir Val í 8. úrslitin. Mikilvægt að fá sem flesta alvöru æfingarleiki fyrir tímabilið og því gott að fara sem lengst í þessari keppni. Já, spurning hvort liðið vinnur hlutkestið. Þetta ekki Super Bowl og við erum ekki með grafík fyrir þetta. En jæja, það eru gestirnir sem að hefja leik.
Og þetta er farið að stað hérna. Kæmi allavega lítið á orð að það færi svona tiltölulega rólega að stað. Líður svona aðeins að þreifa fyrir sér. Hérna vinna bræðið við boltan, Hrannar setur hérna bróður sinn Grímsa. Sjáum að gestirnir pressa Jæjaló ansi hátt. En Jæjaló nær að losa þetta og KA fær innkastið, vel gert. Undir fara með tíma, vinnur að setja hann út að kant, gengur ekki. Og gestirnir þetta boltan ganga aðeins. KA uppsker þetta innkast. Já, eins og ég segi, KA-lið búið að vera ansi solid á undirbúrstímabilinu, búið að vinna alla sína leiki fyrir utan þetta 1-0 tap gegn Val í fyrstu umferð Lengjubikarsins. Eins og ég segi, svöruðu all hressilega fyrir það með 5-0 sigri á Víkingi Ólafsvík í síðustu helgi. Og það sem ég alveg þetta fullera það að mér finnst liðið vera á hárréttri leið undirbúningi sínum undir stjórn Arnars Grétarssonar. Mjög gaman að sjá hvernig hann hefur komið inn í félagið. Mikill fagmaður. Og hérna setur boltan aftur á Jæjaló. Já, losar hann vel hérna og reynum að komast undan pressunni, en Kölið er svo sem að bara gera þetta vel. Gefa okkur lítið pláss, lítinn tíma á bolta. Og hérna vinnur Ólafur boltan, reynir að geysast upp kantinn hérna. Hrannar brýtur á honum, fyrsta brotið. Og sjáum hvað gestinni gera aukaspyrna. Svo sem alveg ágætlis stað, geta flinkt honum inn í teginn. Sjáum hvað Ívar Örn Jónsson gerir hérna, hann sem að tekur aukaspyrnu. Það kemur þessi bolti hérna og ágæti skallabolta á markið, en Jæjaló ekki vandræði með þetta. Og kemur boltan svo í leik. Já, gestirnir er að byrja þetta þokkalega, kraftur í þeim. Skiptir mikla KA, sýnir þolinmæði og ná að láta boltan vinna, koma sér út úr pressunni sem er HK er að beita hérna í byrjun. Boltinn upp í loft og dómara kast. Og Jæjaló fær boltan í kjölfarið. Brynjar Ingi Bjarnason og Daniel Hafsteinsson voru á dögunum valdir í æfingahóp U21 árs landsliðsins og óskuðum að sjálfsagt til hamingju með það. Hópurinn bara af leikmönnum sem var að leika á Íslandi þessu sinni út af COVID, en þeir hljóta að gera pressu tilkall til þess að vera jafnvel áfram í hópnum. Báðir gjörsamlega frábærir og Daniel náttúrulega hefur vilt verið fastamæður í hópnum. Þetta var lokakeppni EM framundan hjá U21. Boltinn alla leiðina aftur á Arda Frey í markinu og tæklar hann einhvern veginn í Ásgeir, en kemur boltinn frá. Hvar endar þetta? Boltinn til Ásgeirs og Ásgeir í dauðafæri og hann skorar. Engin rangstaða. Jú, hann dæmir rangstöðu á endanum. Ég ætlaði að segja það. Sjáum þetta aftur hérna. Nei, við þurfum að fara aðeins lengra tilbaka.
Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn fram. Boltinn. Ég held að það sé svo réttur dómur. Þó að boltinn hafa endanum farið af leikmanni HK. En þetta er dauðafæri á móti. Og fyrsta markið komið, var þetta ekki Ásgeir Börkur? Jæja, 1-0 fyrir gestina. Þeir eru fljótir að snúa þessu við, refsa hérna. Þeir eru í smá tæknilegum örðuleikum hérna. Sjáum þetta aftur hér. Sendingin inn fyrir. Og það kláraði hann virkilega vel. Það var alltaf sá sig Bjarni Gunnarsson sem gerði þetta mark. Og HK er komið í 1-0. Erum við smá vandræðum með endursynningarnar, við kannski bíðum aðeins með þær. Við náum alltaf að sýna leikinn almennilega. Við erum að reyna aðeins að hækka gæðin hérna í búanum. En 1-0 fyrir gestina, þeir eru að byrja þetta betur. Og já, Bjarni Gunnarsson kominn á blaðið fyrir gestina. Komum boltanum á kantinn sem að Hrannar lúrir. Kemur hann fyrir en komur sér burtu boltinn fyrir Andra Fannar sem reynir að tippa hann inn á teginn. Það er Grímsi og allt í lagi skot frá Grímsa, eða allt í lagi tilraun minna ég, en ekki á ramman þessi. Sjáum hérna mark gestana aftur. Já. KA nýbúið að koma boltann í netið en dæmt af hérna rángstöðu og HK svaraði strax með löglegu marki. Og Sveinn Margeir brotlegur hérna. Já, eins og segi, HK búið að byrja Lengjubikarinn af miklum krafti. Þeir unnu 2-0 sigur á Grindavík í fyrstu umferð og endurtóku svo leikinn með 2-0 sigri á Aftureldingu síðustu helgi og eru komnir í 1-0 hérna í bóanum. Skiptingur hérna yfir á Birki. Ólafur Örn hérna fleytar honum fram. Ívar er með hennar bolta. Kemur hann á Hrannar. Hrannar á Danna sinna er að snúa, gerir þetta vel. Kemur hann áfram. Þurfum við að keyra á þá. Fáum innkastið, sjáum mikið skipulag og góður agi á liði HK. Fljótu tilbaka og gefa færi á sér. Ekki gekk þetta. Já, eins og ég segi, gestirnir eru bara einfaldlega að byrja þetta betur og eru til að byrja með ágætis svör við leik KA-liðsins til þessa, eru verjast af mörgum og önnum og eru óhræddir við að pressa okkur.
Og Hrannar brollur hérna, þetta sé rétt. Sjáum hérna Káabó brjóta þrisvar á sér, gestirnir aldrei. Laglega gert hjá gesturum hérna, spila sig út úr vandræðinum, gera það virkilega vel. Laus hérna á kantinum. Og það er svo Nökkvi sem kemst í boltan og setur hann út í hornspyrnu. Fyrsta hornspyrna leiksins og hún er gestanna. Nei, þetta kemur boltir inn á tegin og Ívar sem gefur hann frá endanum. Svo vinnum við boltar kjölfæri, komum hann fram á Nökkva, hann er fljótur og nær hann að losa sig. Það setur hann tilbaka á Svein Margeir og fín sendingar inn á Grímsa, komin inn á tegin og Grímsi með boltan. Þarna var enginn á fjarstinginni og þessir fer einfallega út af. Maður er ekkert við þessu, ágætis sótt svo sem, en kom lítið úr þessu endanum. Koma aðeins bera líf í KA-liði núna. Samt ekki mikið búið að reyna á Arnar Frey í markinu sem að sparka boltanum svo fram hérna. Beint á Ívar, tekur hann vel niður með kassanum og losar hann hérna á Grímsa. Grímsi með smá pláss hérna. Kemur hann ekki fyrir. Innkast sem að bróðir hans tekur. Hrannar getur alveg varpa boltanum. En kemur lítið úr þessu. Hrannar skýlir boltanum út hérna, gerir þetta vel og það fyrir Bjarni, lendir á marki hérna. Allt í góðu. Og menn halda bara áfram. Ágætis mæting í Bógan hér í dag. Fyrsti leikurinn í Bóganum sem að áhorfendur eru leyfðir. Þannig reynir langa bolta hérna sem gengur ekki. Já, hætt við þetta verði svolítið erfitt núna. Og kom með markið, mikilvæga fyrsta markið og vilja væntanlega reyna að verja þessa forystu eins og vel að geta. Ívar gerir þetta vel, baráttu hundur og lokum brotið á honum. Fyrsta brot gestanna. Þurfti eiginlega 2 til að brjóta Ívari. Kemur að lítið óvart en þessi æðislegur karakter. Mikið hjarta og einmitt gefst aldrei upp. Hefur verið að koma sterkur inn í KA aftur. Eftir að var meðal annars á láni hjá Víkingi Ólafsvík. Svona hefur hann verið í háskólanámi í Bandaríkjunum sem hann var sjálfsögð að spila fótbolta en er með fyrirliða bandið hjá KA í dag og ber það með sóma.
boltanum fyrir og ágætis hugsunin gengur ekki. Káa vinnur boltan tilbaka og Danni losar hann hérna og gæti séns hérna Nökkvi Sveinn Margeir sem fær boltan. Sveinn bolta hérna á Hallgrímar sem að frábær markvarsla hjá Arnari Frey. Þetta var lagleg sókn en Arnar Freyr gerði virkilega vel í að verja frá Grímsa. Það var boltan ganga vel. Geiri setur hann út. Andri Fannar með boltan. Og Daniel Hafsteinsson setur hann á Andra Fannar og Andri Fannar fara hann tilbaka. Ágætið séns hjá honum hérna og Nökkvi með skotið. Það er framhjá. Já. Það er allt annað að sjá til Káa-liðsins núna. Láta boltan ganga hratt á milli og að koma sér í venlega stöður og er bara að reyna að nýta sér þær og koma sér aftur inn í þetta. Þessi mikli kraftur sem var í Hákarlinn til að byrja með svona aðeins búið að dvína þeim. Það er svo sem erfitt að pressa af miklu krafti til langa tíma. Kemur boltinn fyrir og þetta er úrvalsfæri hérna en boltinn hátt yfir. Sjáum hérna bæði Leifbúinn eiga 3 skot, Káa með 1 á ramman, Hágestirnir 2. Það er með 1 í markið. Andri Fannar. Fín skipting hjá honum hérna og Sveinn Margeir missir boltan en við vinnum hann jafn harðan aftur. Andri Fannar. Eins og segir þú þurfum bara að sýna þolinmæði. HK kann heldur betur að verjast og halda sínum hlut. En það er ekki búin að fá sér mark í Lengjubikarnum til þessa. Og hérna missum við boltar út af. 80 mínútur búnar að þessu og eins og ég segi, Káa-liðið er að sækja í sig veðrið. Það er alltaf nóg eftir að þessu, þannig að þurfum ekki að taka hérna óþarfa sénsa. Bara að halda áfram að spila okkar leik. Þetta er alltaf að koma til. Alltaf tilbaka á Arnar Frey í markinu sem þrjumar hann fram. En Brynjar Ingi ekki vandræði með að taka hennar bolta. Og færa svo tilbaka frá Kristján Jæjaló. Finnur Daniel hérna og Daniel sér bara tilbaka. Þessi fannir að fá aðeins meiri tíma til þess að byggja upp spil núna. Þurfum við bara að reyna að draga á aðeins framar. Liggja ansi aftarlega. Gestirnir úr Kópavoginum. Og þessi boltar eru bara ekki líklegir til árangurs. Hundar í höndunum á Arnari Frey. Já, vel gert hjá Daniel Hafsteinsinni. Kemur boltanum svo á Hallgrímar, Ásgeir. Reynir hann út í tegin en gengur ekki. Og fyrsta hornspyrna Káa staðreynd. Tökum var stutt og Sveinn Margeir mundar skotfótinn en skotið blokkað þarna og Hrannar reynir að vera fyrir þessu en þetta er laglega gert. Reynir að koma boltanum hérna á hann Birni Snæ og hann er rangstæður.
Fyrsta rangstaða gestana. Já, ég held bara því miður við þurfum að hætta við að reyna að vera með endursendingar í dag. Við erum að senda út í hærri gæðum en þeir eru vanir og sýnst við ekki alveg ná að höndla sína endursendingar líka. En þá er bara að gera fylgjast bara enn betur með gangi mála. Ásgeir þannig að tegin, Nökkvi nær honum. Alltaf svo út á Daniel. Jæja, Andri slaka sending hvernig hann er lesin og þurfum við að bakka. Bjarni Gunnarsson, jæja, rennur hann tilbaka. Já, eins og ég segi, það stefnir í spennandi riðil hérna í riðli 1 hérna í Lengjubikarnum. Efstu 2 liðin sem fara í 8. úrslitin og alveg klárt að HK ætla sér þangað og HK kom að því að brotið kom. Bjarni búinn að liggja hérna í smá tíma, fekk hann eitthvað högg en fekk ekki aukaspyrnuna. Hún kom að endanum 4. brot KA strax á 22 mínútum. Slökksending að beint að Svein Margeir en hann rennir á bara til hliðar á Brynjar Inga og já, þetta er vel gert, þetta er fín hreyfing og Svein Margeir kom inn núna fína stöðu, rennur út af kantinn, náðu fyrirgjöfinni, nei og þetta er væntanlega gult spjald á Nökkva. Já, Nökkvi misti boltan hana og braut svo af sér í kjölfarið. Fyrsta gula spjaldið. Færast aðeins meiri hitt í þetta. Þessi lið yfirleitt í tölvöru svona baráttuleikjum þegar þau mætast. Gleymi seint þegar þau mættust í Kórnum sumarið 2016. KA vann innkassadeildina eins og hér þá, heitir það Lengjudeildin í dag. Gestirnir í HK komust í 1-0, nei það sem voru alltaf heimaliði þá. En KA vann á endanum 3-2 sigur sem að fóru eiginlega langleiðina með að tryggja sæti í efstu deild sem að KA hefur haldið síðan. Og kæmi svo lítið óvart það yrði eitthvað að mörkum henni í dag. Sá leikur var einmitt í beinni á KA TV eins og svo margir aðrir síðustu 5 árin. En hvað er það? Það er komið að þessum leik núna. Kemur boltinn hérna á fjarstöngina, þar er engin rauðklæddur en þeir halda þá boltanum. Og Ívar tæklar að bolta upp í loft og KA-liðið skilar þessum bolta tilbaka, væntar bara alla leiðina á Arnar í rammanum. Og HK byggir upp nýja sókn núna.
bolti hérna út af kantinn. Birkir Valur rennur undir teginn, reynir að snúa og áfram með smjöri bara, ekkert dæmt, áfram með þetta. Það er að finna Ásgeir Börk sem þarf að sækja boltan svolítið aftarlega. Þetta aðeins rytminn úr þessu en þeir byrja bara aftur. Hann kom með smá taka á þessu núna. Það væri vissulega mjög gott ef við myndum ná að jafna sem allra fyrst. Ná aftur aðeins að opna þetta. Boltinn út á kantinn en aðeins of hár. Og KA fær enga stig. Brynjar Ingi. Kemur með hann á Sveinn Margeir inn á miðjuna. Sveinn Margeir brotið á honum, ekki nokkur spurning við það. Og KA reyndi að taka þetta hratt en fengu ekki leyfi til þess, þannig að þetta hefði ekki talið ef þessi bolti farið á markið. Arnar Freyr var alltaf ansið framálega, hefði aldrei varið þetta en það skipti ekki máli eins og segi. Sveinn Margeir lá ennþá en er staðinn upp og heldur leik áfram. Daniel á kantinn hérna, fær hann svo tilbaka, reynir fyrirgjöfina, boltinn er ekki á Grímsa en þetta vantaði einhver talanda hjá Hrannari og Sveini Margeiri en Sveinn tekur hann endanum. Já, fara að heyrast töluvert meira í mönnum en það fara að kvikna heldur betur á aðeins svona baráttu andanum. Þetta er ekki típiskur æfingaleikur. Slakur bolti þarna fram frá Arnari Frey. Komið svona smá pressa á hann. KA fær innkasti. Þurfum við að reyna að nýta okkur þetta. Danni við flotta boltinn að teginn og hvar endar þetta? Gott útlöp frá Arnari sem að sækja boltan og kemur hann aftur í leik. Segi vantar svona herslumuninn á við komum okkur í halvöru skottfæri hérna inn í teitnum. Við erum nokkur skipti búin að koma okkur áreiðlega stöður, en ekkert meira en það. Ívar það kemur langa bolta en það kemur skiptinguna yfir, gengur ekki ef við fáum innkastið. Kall eftir aðeins meiri þolinmæði. Grímsi með boltan hérna. Hvar endar þetta mikið bartíkur þetta við teginn. Kemur svo fínt skot hérna en það er beint á Arnar í marki sem grípur hann. Já, annars skot KA á markið. 4 í heildina, það segja skottilraunir. Ívar tekur vel við þessu bolta, setur hann upp í loft og brotið á honum. KA fær aukaspyrnuna, ég held að það sé rétt.
Já, kortir eftir að þessum fyrri áleik og finnst að KA-liðið eigin áleik 1, jafnvel 2 gíra inni. Ég er bara að reyna að keyra hans í hraðan. Á sama tíma HK búið að vera að spila mjög agaðan og bara góðan leik. Daniel Hafsteinsson rennur tilbaka á Andra Fannar. Andri sér Hrannar en rennur frekar á Brynjar og Brynjar setur hann á Hrannar. Hrannar með bróður sinn með sér. Grímsi dansa með hann og losar hann virkilega vel á Hrannar og Hrannar á Andra. En mikið trefaleiki á gestunum og þeir eru fljótir að loka á einhverju opnanir hjá okkur. Jæja, áfram við smjöri bara. Brynjar Ingi kemur að þessu, finnur Geira og brotið á Geira. Já, ekki nokkuð spurning. Þetta er á álitlegum stað. 4 brot sikkur á liðinu. Spurningin, verður þetta Hallgrímur Mar eða verður þetta Sveinn Margeir sem tekur þetta? Báðir skotmenn góðir. Þetta er Hallgrímur Mar sem tekur þetta greinilega. Sveinn Margeir labbar í burtu. Grímsi skorað ófá glæsi mörkin úr aukaspyrnu. Nær hann að bæta einu við hér. Það væri óskandi. Flottur bolti og steinliggur hjá honum. Þetta var virkaði ekki flókið fyrir hann. Ótrúlegur spyrnumaður Hallgrímur Mar Steingrímsson og hann jafnar þetta metin á 33. mínútu. Vá, vá, vá. Endilega spólið hans tilbaka til að sjá þetta aftur. En segir því miður eru ekki með endursýningar núna. En það er lítið mál á YouTube að stökkva örfá sekúndur tilbaka og kíkja á þetta aftur. En þetta var virkilega vel útfært hjá Grímsa. Og Arnar Freyr í markinu reyndi bara ekki svona við boltan. Sér hann seint og steinliggur. Og já, þetta kemur á frábærum tíma. Og rangstaða hérna. Það er mikilvægt. Þá þurfa gestirnir vantilega að koma aftur aðeins framar og vonandi opnast leikurinn svolítið. Eins og ég segi, kom kannski ekki mikið á óvart að yrði mörk í þessu. Og þetta kemur boltinn á Sveinn Margeir og reyna að koma tilbaka á Geira, gengur ekki. En vel gert. Höldum boltanum hérna. Og Hrannar kemur boltan fyrir, nei, nær hann ekki, en Strumar nær honum. Rennir honum á Andra Fannar og Andri Fannar missir hann. Þetta að kalla þetta að láta hann vita að það væri maður að koma, en Jonathan Hendricks vinnur hann tilbaka. Ég segi Jonathan öflugur liðstyrkur fyrir okkur fyrir komandi sumar, skoraði strax í sínu fyrsta leik. Skoraði 5. markið í 5-0 sigri gegn Víking Ólafsvík. Sebastian Brebels, annar belgi sem gekk til þessi KA á dögunum. Hann er eins og það ekki með í dag. Daniel Hafsteinsson mundar skotfótinn, en kemur á endanum svo bara til Andra Fannars. Grímsi kemur hann inn á tegin, en boltinn rattar ekki á Geira. En við höldum boltanum, vel gert, við höldum pressunni. Og sjáu þið þetta. Sá er kaldur Jonathan Hendricks. Gerði þetta virkilega vel og fekk á endanum aukaspyrnuna. Og Grímsi gerir þetta vel og tekið niður og ekkert dæmt. Þarna hefði ég held að vera víti. Næja, áfram heldur leikurinn.
Ég var alveg viss að þetta hefði verið touch. Það hefði verið tekið niður Grímsey þarna. Minni á að hægt að spóla tilbaka. Sveinn Margeir rennur hérna. Fínt færi og þessi framhjá. Já, Káalið að taka yfir þetta núna. Ég ætla að reyna sjálfur að sjá hérna atvikið með Grímsey rétt á hann. Já, ég get ekki séð betur en að Grímsey hafi verið klipptur niður. Þarna hafi Káa átt að fá vítaspyrnu. En fengu ekki. Stutt á milli í þessu, ekkert langt síðan að gestirnir leiddu 1-0. Og núna hefði Káa, allavega út frá því sem ég sé hérna, átt að fá vítaspyrnu. En fengu ekki. Og HK sleppur með skrekkinn. Það er bara eins og það er. Leikurinn heldur hins var áfram. Ekkert var stoppað eins svoleiðis. Þetta bara spiluðu fótbolta á gamla mátan. Kristján Jæjaló rólur á bolta. Og sjáum við að það vantar alfarið meiri pressu til þess að koma okkur í erfiðari stöðu hérna, koma boltanum frá og við spilum okkur auðvitað út úr þessu. Nökkvi á Grímsa, brota Grímsa en hann kemur boltanum á Danna og áfram með þetta. Hallgrímur, nei fyrir ekki Hrannabróður hans, en boltin kemst ekki til hans. Og við byrjum upp á nýtt, Brynjar Ingi aftastur. 7,5 mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik og þetta er fara að líta ansi vel út hjá Káa-liðinu og gestirnir væntanlega fegnir að ef þeir halda 1-1 út hálfleikinn. Þetta er brot, Geiri brýtur af sér, ekki nokkuð spurning við það. 7. brot Káa-liðsins gegn 5. Braut þarna á honum Birki Val sem var að hótaði að breyka okkur. Svo sem alveg sniðugt hjá Geira að stoppa þetta strax í fæðingu. Jæja, en er það Ívar Örn sem er að taka alla þessa lausu bolta að koma í burtu. Ótrúlega mikilvægur. Og ég er væntanlega bara komið til að vera fyrirliði hjá okkur núna. Almar Ormarsson skrifa allavega undir hjá Val í gær. Og skottilega Valsmönnum til hamingju með að landa þeim frábæra dreng sem Almar er. Og vissulega mjög skrítið að sjá hann ekki lengur í gulu og bláu. Þetta ár sem hann fór í burtu frá okkur spilaði samt í gulu og bláu hjá Fjölnismönnum. Það verður eitthvað að sjá hann í rauð og hvítu. Jæja, Brynjar ekki neinu vandræði með þetta. Lostar Hrannar. Ívar sér hann aðeins og seint og mikið plássant sem að Hrannar er með núna út á kanti. Sem að reyna að nýta okkur það. Þetta kemur bolt til ásins á hann. Og setur hann bróður sinn, Grímstad sem er kominn. Það er bakkvöldu tegnum. Kemur Andri Fannar. Það voru áttur ansi margar litlu svæði en gerir ekki með Daniel og setur hann út á
Hrannar, en Hrannar missir hann og þessi bolti er farin út af vellinum og Káa fær engastið. Algjör óþarfið þarna hjá honum Birni að flokka boltann í burtu, en skiptir ekki öllu máli. Fer að líða að lokum þessa fyrri hálfleiks. Náum við að potið marki fyrir hlé. Ég segi búið að draga töluvert af HK-liðinu núna eftir að hafa liðið á fyrri hálfleikinn. Þeir eru væntanlega fegnir að fá hléið. Það er að segja að þeir ná að halda þessu í 1-1. Brotið á Geira og fáum við úrvalstækifæri til að flengja boltanum inn á teginn. Gríms er búinn að skora markið okkar úr aukaspyrnu. Nær hann að leggja upp mark úr aukaspyrnu núna. Kemur boltinn á teginn og hvar endar þetta? Hörku skot, en ekki á ramman. Ég bjóst til að við að myndi vera dæmt brot inn á teignum, en svo var ekki. Og við fáum þarna ágæti skotfæri, en boltinn ekki á ramman. Staðan því áfram 1-1. Hrannar skallar þetta fram og í kjölfarið Andri Fannar hefði nægan tíma, hefði getað tekið henni niður þarna, en reyndi skallan áfram sem að gestirnir átu upp. Vel gert hérna, flottur bolti svo Ásgeir tilbaka, en Hrannar setur hann út. Réttur rúmlega 1,5 eftir að venjulega leiktíma hérna í fyrri hálfleik. Spurning hvort það verði eitthvað miklu bætt við. Líklegast ekki meira en 1 mínúta. Það er búið að ganga þokkalega smurt hérna í bóganum. En hérna það rennur boltinn út fyrir og Káa fær markspyrnuna. Eins og ég segi, eftir flotta byrjun hjá HK hefur dregið svolítið af þeim. Og vantarlega fínt fyrir Brynjar Björn að geta aðeins endur skipulagt liðið fyrir seinni hálfleikinn. Boltinn er inn og Geir fínu færi, hvað gerir hann? Rétt fram hjá, fengum þetta úrvalsfæri, þetta var varið. Þetta var varið hérna af Arnari Frey. Við fáum hornspyrnuna, en þetta var frábær sókn, rendur boltann inn á Geira. En Arnar Freyr sá við honum og við fáum hérna okkar aðra hornspyrnu í leiknum. Þannig kemur hann og Brynjar Ingi með hörku skalla, en Arnar Freyr grípur hann. Staðsetti sig vel hérna. Þessi boltur á Jonathan Hendriks ekki alveg góður fyrir Grímsa og hann fer út fyrir og innkast fyrir gestina. Ég er ekki búinn að sjá neina tilkynningu hversu miklu bætt við. Ætli það sé ekki bara akkurat 1 mínúta, finnst það líklegt. Þetta innkast
heila hálf glórulaust, beint í loftið þetta í bóðanum. Já, spurning hvað mikið eftir að þessu. Ívar tilbaka á Kristján Jajalo sem vantar að þrjumar honum fram, nei, setja hann tilbaka á Ívar. Tíminn vantar að verða naumur, já. Hann flautar Valdimar til áleiks. 1-1 í hléinu og svona búið að vera sveiflukent. Gestirnir byrjuðu betur en síðan er KA núna búið að vinna sig inn í þetta og taka svolítið yfir þetta. En við slum kannski kíkja örstuðt á tölfræðina í leiknum. Kemur hér 1-1. KA eins og búið að taka svolítið yfir. Síðra hluta fyriráleiks komið með 9 skot þar af 4 á ramman gegn 3 hjá gestunum og 2 á ramman þar. 1 varið skot hjá Kristján Jajalo gegn 3 hjá honum Arnari Frey og önnur tölfræði svipið hjá okkur. En já, heldur tökum okkur á hlé í hálfleiknum og komum svo ferskir í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá.
Já, þá erum við að vera klár í seinni hálfleikinn. Staðan svolítið 1-1. Gestirnir úr Kópavoginum komust í 1-0. Sjáum það bara hér. Bjarni Gunnarsson á 70 mínútu. Áður en að Hallgrímur Mar jafnaði með glæsilegu marki úr aukaspyrnu á 33. Og staðan því 1-1 hér í hálfleik. Og vonandi spennandi seinni hálfleikur framundan. KA-liðið var komið með gott tak á leiknum seinni hluta fyrri hálfleiks og vonandi strákarnir á að halda því áfram. Þurfum helst að vinna þennan leik. HK, eins og ég er búinn að segja, með 6 stig eftir 2 leiki. KA með 3 eftir sína 2. En HK vísum alltaf eftir að spila móti Val, sem eru náttúrulega Íslandsmeistarar og eru allir samanlega það besta lið landsins þessa mundir. Þetta er komið að stað hérna hjá okkur. Andri Fannar á Nökkva og Nökkvi missir boltann. Og það hefði boltinn dettur hérna fyrir Grímsa og Grímsi lætur bara vaða og þessi er framhjá. Já, alltilega reyna þetta. Andri Fannar, náum að vinna boltan í kjölfarið en boltin svo út og við fáum hornið. 3-1 í hornum, KA í vil. Brynjar Ingi átti hörku skalla á markið síðustu hornspyrnu en Arnar Freyr í markinu staðsetti sig vel á greipan. Boltinn, Brynjar Ingi fer ekki upp í hann en endar hérna hjá Andra Fannari sem vippar aftur inn á tegin og hvar endar þetta? Sveinn Margeir reynir að koma aftur inn á tegin, gengur ekki. Og Andri Fannar snögg tilbaka á Hrannar. Reynum að lokka HK-liðið aðeins framar á völlinn. Kristján Jæjaló. Þessi bolti sem var ekki nægilega góður beint á Artur Ara. En þeir eru fljótir að gefa hann frá sér aftur. Brynjar Ingi finnur Geira. Hérna niður á Jonathan Hendricks og Andri Fannar með boltan fram en full langur fyrir Geira og endar hjá Arnari Freyr í markinu. Arnar Freyr búinn að vera mjög öruggur í sínum aðgerðum. Gat lítið gert við markinu hjá Grímsa. Það vippaði boltanum yfir varnarveginn úr aukaspyrnunni og Arnar stóð kyrr í sínu horni. Hrannar gerir vel úr stöðunni. Það er markspyrnuna. Spurning hvort að Arnar Gretarsson sé að hugsa einhverja breytingar. Allt KA-liða. Ættu KA-bekkurinn að hýta þessu upp og halda sér heitum, en það er ekkert svakalega heitt í bóðanum. Stala núna þegar það er alltaf vetur á Akureyri. Jonathan Hendricks vinnur boltan hérna, gerir þetta vel. Nökkvi þeir, keyrir áttu tegnum og reynir hérna að finna Grímsa, gengur ekki, en aftur komið boltan. Þannig vinna þetta litlu svæði. Nökkvi aftur á Geira, Geiri reynir inn á tegin, gengur ekki, en boltinn tilbaka á Andra Fannar. Fín pressa á KA-liðinu, Brynjar Ingi út á Hrannar.
Hrannar gerir þetta vel, reynir skotið og það er bara fín tilraun hjá honum en boltinn hárfín framhjá. Rétt eins og hárið er fínt á Hranna þessa mundir. ...49 mínútur komnar á klukkuna og við munum klálega að fá allavega eitt ef ekki fleiri mörk í þennan leik. Ég er alveg handviss um það. Strákarnir eru að heldur betur að leita að sínu öðru marki. Á sama tíma er HK svona eiginlega líka tilbaka og reynir að refsa okkur. Þessi bolti slagur í einskismannsland sem og endar í markspyrnu fyrir KA. Kristján Jæjaló tekur hann líklega bara stutt. Er með Brynjar Inga og Ívar Örn hjá sér. Nei, hætti við og biður mennum að fara fram. Setur hann svo á Jonathan Hendrickson bakverðin. Jonathan kemur hann fram og brotið á Hrannari, þetta er ljótt að sjá. Þetta lítur að enda í spjaldi, Hrannar liggur eftir. Það lítur alls ekki vel út. Gult spjald þarna á Örvar Eggertsson og Hrannar er nú grjótharður og sýnist hann ætla að halda áfram leik en þetta hafði ekki verið þægilegt. Ég bara skil ekki að Brynjar Björn, þjálfari HK, sé eitthvað að kvarta og kveina þetta þessu. Þetta er bara stekkur í Hrannar þegar hann er í loftinu og brýtur klálega á honum og þannig að Hrannar missir jafnvægið og lendir illa. Brynjar Björn var náttúrulega ansi harður af sér sem leikmaður á sínum tíma en menn verða að kunna sig líka sem þjálfarar. Viljum ekki sjá svona óþarfa brot. Ja, Hrannar er allavega komin á lappir aftur og ætlar að halda áfram leik. Virðist ekki hafa heyrt að síðan hafa fekk spjald. En jú, Örvar fekk spjald fyrir þetta. Höldum við leik áfram. Brynjar Ingi finnur Nökkva og Jonathan, Nökkva vinnur hann aftur. Brynjar finna Geira, gengur ekki og HK fær innkastið. Ívar Örn Jónsson pressar tilbaka og Geiri við það að ná að pikka boltan af Arnari Frey sem var í miklu vandræðum, setur hann út í innkast og KA vinnur þetta boltan. Jonathan Hendricks setur hann á Grímsa, brotið Ásgeiri Birki hérna og HK tekur þetta hratt, komast upp með það. Þurfum við að sýna skipulag, eins og markgestana kom eftir að við höfum skorað af því virtist gott mark en endanum var dæmt rangstaða og við vorum ekki alveg komnir í stöðu og HK gekk á lagið, refsaði okkur all hressilega með marki. Við þurfum að læra því verið solid varnarlega fyrir utan þetta eina atvik. Þetta er bara nákvæmlega sem að HK er að gera hér í dag. Þeir eru að bíða eftir að við bjóðum hættunni heim og reyna að nýta sér það.
Fín bolti þarna, enn Arnar Freyr að gera vel í markinu. Sá heldur betur búinn að eiga góðan leik. Það verður einhver 4 skot í rammanum. Jæja, Sveinn Margeir. Jæja, boltinn endar hérna hjá. Kemur Danni með hann. Og enn þeir að brjóta á okkur hérna. En já, Gríms allavega staðinu upp og tekur vantilega spyrnuna. Kávalið fjölmiðlunir inn í teginn, það er bara Hrannar sem að býður við miðjubóðan. Þetta kemur boltinn, fín bolti og hvar endar þetta? Jæja, endar í lúkunum á Arnari Frey. Ekki fast þessi skallið sem við séð þarna sem að Daniel Hafsteinsson náði, en gerði engu að síður vel að ná að nikka í hann. Vel spilaði hjá gestunum og undanum. Brjótum við þarna. Já, Atli Arnarsson kominn inn í lið gestana. Það er þessu aukaspyrnu. Kom inn í hliðinu. Andri Fannar þegar maður hérna er ná að losa á hérna boltinn inn á teginn, en við verjumst þessu á endanum. Og Sveinn Margeir þrumar honum fram, Geiri hleypar eftir þessu, en boltinn enda vantarlega hjá Arnari Frey í markinu og hann setur hann upp í loft og Káa fær boltann. Boltinn aftur tilbaka á Kristján Jæjaló. 57 mínútur á klukkunni, 1-1 áfram. Þurfum vel að ná að keyra aftur upp. Sama tempo var komið á okkur undir lok fyrrháleiks. Henni fannst eiginlega bara markið liggja í loftinu. Hefðum hæglega getað fengið vítaspyrnu þegar brotið var á Hallfríði Mari í teignum, en ekkert var dæmt. Daniel Hafsteinsson sparkar hérna í Ásgeir Börk og Daniel býðst ásökunar á þessu. Ætlaði klálega að reynaði boltan hérna, sá ábúinlega ekki að Ásgeir var að koma á strauginu hérna, en Ásgeir fær að sjálfsögðu aukaspyrnuna og bara áfram með smjörið, ekkert spjald, bara áfram með þetta. Já, enn eitt skipti sem boltinn fer upp í loft hérna og Daniel skýrir boltanum tilbaka. Hrannar er ekki að pikka boltan hérna og Ásgeir Börkur með boltan fram, en þetta er vel gert hjá Ívari. Enn og aftur er hann að taka upp alla þessa lausa bolta hérna. Og þetta missir Ívar boltan klaufalega og dauða færi og hvar endar þetta? Þetta endar í netinu, þetta endar Rangstad, Káa slepp með skrekkin. Rangstad dæmt hérna endanum, Káa slepp með skrekkin. Vá, Ívar var heldur betur að leika sér með eldinum þarna. En frábær varnarleikur hjá Brynjar Inga þarna.
náðu að koma sér fyrir skotið, vorum í heldur betur í undirtölu þarna og gestirnir hérna í dauða færi á að taka fórustuna, en endanum er það rangstaða sem að er niðurstaðan. Staðan því áfram 1-1. Ívar getur allavega brosa eftir þetta. Eins og ég segi, var heldur betur að leika sér eldinum að það misti boltana innan teiks, sem eitthvað sem við viljum aldrei sjá. En hann andar væntanlega töluvert léttar. 60 mínútur á klukkunni. Og Stefan Ljubicic er staðinn upp og heldur áfram leik hérna. Haltrar aðeins, en þetta sé nú í ágætistandi. Og þá höldum við áfram leik hérna. Já, þetta er sem ég er að segja, gestirnir eru svolítið bíða eftir í að við bjóðum hættunni heim, og þarna var það heldur betur raunin. Æja, Hrannar missti boltan og snúa vörn í sókn, en þetta er vel gert hjá Sveini Margeiri. En við missum boltan jafn harðan. Ívar brotlegur hérna, en þeir halda boltanum, gerir þetta virkilega vel, og svo kemur misjafn sending, og það rennur undir sandinn hjá þeim. Þannig voru þeir í úrvalsfæri á að pressa okkur, en vel gert að beita hagnaði þarna. Ívar var klárlega brotlegur, en þeir spiluðu sig út úr þessu, og þá er skipting á KA-liðinu. Það er Andri Fannar Stefánsson sem fer að velli, og í hans stað kemur Rodrigo Gómez Mateo. Rodri mættur í slaginn. Já, það er töluvert meira gaman að hafa áhorfendur í húsinu. Meira líf í þessu og gaman að heyra smá tuð frá áhorfendunum á milli. Það gefur sér bara lit. Hrannar tekur við boltanum hérna. Rennir hann svo tilbaka, mættalega. Já. Rodri tilbaka á Ívar. Var á Brynjar. Jonathan. Svona á Daniel, og Daniel gerir vel, kemur hann áfram að Ívar. En þurfum að fá meiri hreyfanleika á okkur og losa okkur. Því ekki endalast að láta boltan ganga á milli varnarmannanna. Jaló. Setur hann á Daniel Hafsteinsson sem setur hann út á Jonathan Hendricks. Smá vandræðum hérna, en niðurstaðan er innkast. Já, fín pressa hjá HK. Hérna, þetta svipaðu hvernig við byrjuðu leikinn. Er að koma okkur í smá vandræði. Skilum boltanum tilbaka eftir dómarakastið. Vel gert hjá Geir að kemur sér fyrir þetta á Daniel. Tekur boltan, hérna kemur Jonathan Hendricks á strauginu. Rennir honum inn á Svein Margeir, Sveinn Margeir kemur út í teginn. Nei, nær hann ekki, þessi fara hann út af. Já, álitleg sótt hann það, en boltinn örlítið of langur fyrir Svein hann frá Jonathan.
spila sig út úr fyrstu pressu hérna, konum fram og Rodri er ekki valda bolta, missir hann frá sér strax aftur. Óskir Börkur styrir hann fram hérna, Hrannar brunir tilbaka, reynir að loka á þetta, kemur boltinn inn á teiginn og þetta er laglega gert hjá Jonathan Hendricks, kemur hann fram á Daniel með Geira með sér hinum megin, já, sér hann, vel gert hjá honum, góða yfirsýn, situr hann að Geira og Geiri reynir skotið og þetta er að Sláni. Hörku skot frá Geira af Sláni og yfir og þá gera gestirnir skiptingu. Einhver hasar hérna hjá honum Jonathan Hendricks og Áskeri Berki, en ekkert kjaftaði, það er hjartanlega sammála því, en það er skipting á gestunum, tvöföld skipting sýnist mér. Sjáum hérna Stefan Ljubicic kemur á velli. Og var þetta ekki Birkir Valur sem fór einnig af velli, sýndist það. Nei, það fyrir ekki, það er Ásgeir Börkur sem kemur á það. Þetta er þrefaldskipting, það er nóg að vera. Nú er ég svo mikið að einbytta mér að hver var að húta, ég misti aðeins að því hver var að koma inn á, en sjáum það eftir smá. Já, höldum hérna áfram, 67 mínútur á klukkunni. Æja, kom boltar með þetta á Nökkvi geysast þetta og reyndi að brjóta honum, hann heldur bara áfram, rennir boltar með þetta á Jonathan Hendricks en fær svo aukaspyrnuna. Æja, og klálega ítt hressilega á hann og kannski ekki alveg í fullkomnu jafnvægi þegar hann reyndi þessa sendingu inn fyrir. Og ég er bara sammála þessu, búið að vera með gott tak á þessu í dag. Já, þá erum við búin að birta síðustu skiptinguna. En já, Valdimar Pálsson, dómari leiksins, búin að vera bara, að mér finnst, búin að vera flottur. Búin að vera með mjög skýra línu. Hérna er Brynjar Ingi brotlegur. Auk þess sem hann er búin að leyfa boltanum, leiktum að fljóta svolítið. Í rauninni eina sem mann eftir sem hefur ekki sett þetta setja út á, það var þegar Káa hefði þetta að fá vítaspyrnu í fyrri hálfleik. En ég tek mannlegum mistökum fram yfir þessi endalausu VAR stopp og jafnvel mistök sem að fylgja því eins og hefur verið. Höldum við bara áfram að spila leikinn. Brynjar Ingi kemur hún inn hérna á Nökkvi nær þessu bolta og með Jonathan Hendricks með sér. Fer samt sjálfur, hvar endar þessi boltinn, endar á Grímsa og Grímsi vinnur hornspyrnuna. Fjögur eitt í hornspyrnum, Káa í vil. Spurning hvort við náum að nýta okkur þessa spyrnu núna.
Tókum þá fyrstu stutt, höfum náð skalla í tveimur síðustu. En Arnar Freyr í markinu verið vandanum vaksin til þessa. Og hérna kemur boltinn inn að tegin aftur. Smá bartingur hérna á að losa hann, en Jonathan Hendricks aftastur og nær þessu. Fær smá pressu og setið boltan aftur tilbaka á Jajalo. 20 mínútur eftir. Setur hann fram og boltinn endar hérna hjá Ívari og Ívar fær aukaspyrnuna. Já, bæði lið búin að brjóta 9 sinnum á sér. Rodri tilbaka á Jajalo. Þannig fram á Nökkva, Nökkvi skallar hann áfram á Jonathan og Jonathan Hendricks. Já, nær þessu bolta, gerir þetta vel. Og tilbaka á Brynjar Inga. Og frá Ingastið, fljótur að taka þetta, setur hann á Geira sem að kemur hann fyrir, finnur Nökkva og Nökkvi. Hvað endar þessi bolti? Vá, þessi var tæpur, fer af varnarmanni og skrúfaðist rétt fram hjá stönginni. Og Káa með sína 5. hornspyrnu. Erum heldur betur að líklegir til að skora þessa stundina. Þessi bolti full aftarlega. Jonathan þarf aðeins að bakka til að ná honum. Setur hann svo á Rodri. Binni gerir hann, reynir að finna Nökkva, gengur ekki. Og Ká getur aðeins andað léttar núna. Reynir vantanlega aðeins að hanga boltanum. Erfitt að vera stanslaust í vörn. Þessi bolti upp í loft og Háka á þennan bolta. Rodri tilbaka á Arnar í rammanum. Sjáum hérna Káa búið að 16 marktilraunir í leiknum, þar á 6 á ramman. Gestirnir með 3 tilraunir, 2 á ramman. Sem eftir að þeir byrjuðu á krafti þá hefur Káa rauninni átt svolítið leikinn. En þó var að vikast að mikið af þessum tilraunum hafa ekki verið mjög líklegt til þess að enda í markinu. En það er ennþá nóg eftir að þessu. 17 mínútur rúmar, auk einhvers uppbótartíma. Sveinn Margeir gerir þetta vel, kemur hún á Jonathan Hendricks. Þeir eru því miður ekki með hlutfall á bolta í þessu leik. Erum aðeins undirmannaðir, bara 2 að sjá með þessu útsendingu, venjulega eru við fleiri. Það búið að vera nóg að kýra á KTV í dag. Sveinn Margeir setur tilbaka á Jonathan á Daniel Hafsteinsson og hann setur á Sveinn Margeir sem að gerir vel, finnur Nökkvi þrumar á markið og áfram er Arnar vandanum vaksin í rammanum og heldur boltanum, vel gert hjá honum. Skotið svo sem ekki endalega besta sem að Nökkvi hefur átt en að gera að reyna þetta. Það reynaðir sendingar inn fyrir en ákveðið stöðu hérna og Birnir Snær er ekki að gera sem matur þessu og hún kemur Nökkvi á strauginu, er með Geira með sér en fer áfram sjálfur. Nökkvi en vel varist þarna. Já, kannski hefði Nökkvi átt að reyna lögum boltanum að Geira en
Undarsson sé það oftar en tvisvar að Nökkvi getur gert ótrúlega hluti þegar hann kemur á strauginu. Þetta vel getur Hrannari vinnuboltan tilbaka. Já, HK er ekkert mikið að einfalda sér lífið með því að missa boltan hérna eiginlega leið og þeir ná loksins að vinna hann. Og KA er með ansi gott taka á þessu núna. Rodri tilbaka á Brynjar Inga. Vinni. Aja, hefur þetta einfalt. Það kemur slögsendingur Ívari og nú er möguleiki fyrir HK að refsa. Aftur er Birnir Snær hérna, kemur sér í fína stöðu og frábær markvarsla hjá Kristján Jajalo. Þetta gerði hann vel, fyrsta alvöru færi gestana núna í svona tíma. Með frá í talið rangstöðu færi á þann. En Kristján Jajalo, þetta gerði hann mjög vel. Og náði að loka á Birni Snæ sem var þarna komin í afbragðsstöðu. 1-1 kortir eftir og hotspyrna gestanna þeirra önnur þeirra í leiknum. Það kemur boltinn og Daniel ekki vandræði með að skella til burtu og aftur og svo Sveinn Margeir sem kemur í burtu og brotið á Geira. Þetta er rétt. Tugmynda hratt. Nökkvi, Geiri með honum en þetta leist hann ansi vel hann Bjarni Páll og KA færingasti. Já, nú held ég að Valdimar dómari sé búinn að fá nóg af tuðinu af bekknum hjá gestunum. Brynjar Björn fær guldspjald og það er bara verðskulda. Hann er búinn að tuða nær allan leikinn og uppsker núna guldspjald sem hefur ekkert allt of mikil áhrif að þjálfarinn sé að fá guldspjald. Jæja, áfram með þetta. 13 mínútur eftir. Það velur leiktíma og við þurfum að aftur að ná að gefa aðeins í koma okkur í einhverja sénsa. Fá minkasti hérna eftir að Ívar Örn Jónsson skallar hann út. Brynjar Ingi tilbaka á Rodri. Ekkert á þetta, bara áfram með þetta. Hann KA fær yngasti. Sveinn Margeir, þetta gerir hann vel, losar hann hérna fyrir Jonathan Hendricks sem að keyrir á þetta hérna, losar hann svo virkilega snirtilega á Danna sem setur hann út á Sveinn Margeir. Sveinn Margeir reynir skotið af varnarmanni en endur tilbaka á Grímsa og Grímsi reynir að finna Jonathan Hendricks en Jonathan var ekki mættur í hlaupið og þetta endar í markspyrnu. Já, allt í lagi tilraun hjá okkur, endar að vísu ekki í neinu. Og þessi bolti endar út af, vel gert hjá Hrannari, skilur boltan út af. Já, ansi ungur bekkurinn hjá KA sem eftir er, þannig að ég ekkert endilega víst að Arnar Gretarsson gerir einhverjar skiptingar sem eftir er leiks. Ja, vinnur boltan hérna Hrannar
tilbaka á Jajalo. Sittur hann hérna fram og Jonathan skjötar hann áfram en endar hérna hann Bjarnar Páli. Nei, fyrir ekki, þetta náttúrulega hann hérna Alexander Freyr fyrir ekki. Þessi bolti á Ívari, kemur hann fram á Grímsa og hann ekki valda bolta á innkasti gestana. 10 mínútur eftir. En bíðum við eftir þriðja markinu í þennan leik. Ég ennþá alveg handið sem að komi. Káli brotlit þarna og HK nær að lyfta sér framar á völlinn. Þetta eru svona þeirra sénsar og þurfa að nýta sér. Það er alltaf sér öll stíginn hér í dag. Kemur boltinn hérna inn á teiginn og komin í burtu en þeir eru ennþá frábærlega gert hérna hjá Sveini Margeir og Nökkvi nær ekki boltanum hérna áfram hendur sóttgestana. Ja, boltinn dettur hjá Danna og kemur hann áfram á Nökkva. Danni lyftur hann svo fram. Geiri hleypur eftir þessu, Nökkvi svo nær hann svo í kjölfarið og já, stígur hann aftur og brotið á honum, hann heldur áfram, vel gert, hagnaður og Grímsi inn á bróður sinn Hrannar sem að reynir að koma út og vinnur hornspyrnu. 6-2 í hornspyrnum og nú er komið tími á að nýta sér þetta. Lyftum þessu klárlega inn á teiginn. Á fjarstöngina og Brynjar Ingi með fína skalla. Hefði þessu ekki farið á ramman þessi. Það er Jonathan Hendrik sem lyftir hann aftur á tilbaka á Grímsa. Grímsi dansar það sem er knöttinn og aðja, hvað endar þetta? Ekkert dæmt, bara áfram með leikinn. Aðja, Valdimar er búinn að leyfa svolítið í dag. Hrannar sittur hann að Jonathan og hann reynir að lyfta hann hérna inn á teiginn en þeir ná að komast inn í þetta. Geiri vinnur hann tilbaka, sittur hann að Danna. Danni kemur sér í skotstuðu en frábær vörn þarna hjá honum Alexander Frey. Kasta sér fyrir þetta og enn ein hornspyrnan, sú 7. í röðinni. Það kemur hornspyrnan hérna, það kemur ekkert út úr þessu. Boltinn fram og þetta er virkilega vel gert. Við vinnum boltan strax tilbaka. Og Káa færingastið. Grímsi spenni leik, við erum fannin að flýta okkur aðeins meira núna, enda 6 mínútur eftir að þessu auka uppbótartíma. Káa liði klárt á því að vilja sigurinn hérna. Þeir vilja sigur í þessum leik eins og lagið góða segir. HK liði held ég eins og bara tiltölulega sátt með að fá stigið hérna
Jonathan Hendricks. Fínt hlaup hjá honum og áfram vera með boltan. Og brotið á honum. Við tökum þetta hratt. Grímsi reynir að lyfta hann hérna inn á Nökkva. Gengur ekki og við fáum enn á hotspyrnuna. Svo 8. í rauðinni. Jæja, tökum það stutt, aftur tilbaka. Kemur boltinn inn á teiginn og hvar endar þetta? Endin hotspyrnan. Svo 9. Nú held ég við bara flengja minna teiginn. Hefur ekki verið að koma alveg nóg mikið út þessum stuttu hotspyrnum. Sjáum hérna Svein Margeir og Rodri lúra hérna við teiginn. Geta báðir alveg klárað ef að boltinn skoppar fyrir fram að þá. Kemur þetta og Geiri með geggjamark! Ásgeir Sigurgeirsson! Þessi drengur gjörsamlega frábær. Klárar þetta að stakri snilld. Boltinn hérna á nærstöngina og Ásgeir Sigurgeirsson klárar þetta stórkostlega. Kemur KA í 2-1 hérna á 87. mínútu. Minni á að það er hægt að spóla tilbaka til að sjá þetta aftur. Já. Bakkar til að ná boltanum þarna og klárar þetta stakri snilld í fjærhjörnið. KA 2, HK 1 og þetta, því að leiða mér að segja sé sanngjörn staða eins og þetta er búið að vera að spilast núna. Sjáum hérna KA með 20 marktilraunir, 8 á ramman, 2 mörk. Gestirnir með 4 tilraunir, 3 á ramman, 1 mark. En núna liggur þeim á gestunum. Hrannar losar þetta, gerir þetta vel, losar hann á Grímsa. Nú reynir Grímsa að vinna smá tíma. Og fær aukaspyrnuna. Kannski komið smá pirringur í lið HK. Þetta er auðvitað gríðarlega svekkjandi að fá þessi mark svona seint. En eins og segi, KA búið að vera með ansi gott taka á þessum leik eftir svona, þetta miðbik fyrirháleiks. Eftir að HK hafði byrjað betur, þá er KA liðið búið að vera með ansi gott taka á þessu. Og HK er bara búið að liggja tilbaka og bíða þegar við gerum einhver mistök. Það var þetta alveg fengið sensa, heldur betur. En held yfir KA liðið betra og Brynjar Ingi gerir þetta virkilega vel. Getur hann Daniel og Daniel tilbaka og hérna sparkaði Danni niður og ekkert dæmt hérna. Danni liggur eftir. Æja, Danni haltrar af stað hérna en áfram hendur svo gestana. Æja, hvað endar þetta? Boltinn inn á teiginn. Dauðafæri en búið að dæma brot. Og það verður því ekkert úr þessu. Vorum að sé lagið með Daniel Hafsteinsson. Virtist alltaf að finna heldur betur fyrir þessu. Fá hann högg aftan á vinstri löppina að mér syndist. ...88 og hálf mínúta rúm búin að þessu. Og KA loksins komið yfir. Það var þetta bíða heldur betur eftir því að komast yfir hérna. En frábært mark á Ásgeiri Sigurgeirssyni. Þetta er rangstaða á Grímsa. Önnur rangstaða KA-liðsins í leiknum. Við taka þetta hratt, eðlilega. Tíminn er að verða ansi naumur. Og enn er þeir að brjóta klaufalega af sér hérna pirringsbrot. Þið græða náttúrulega ekkert af þessu. Tíminn er að vinna með KA-liðinu.
og Ívar tekur smá tíma í þetta. Svona skiljanlega hálfmynd eftir að venjuleg tíma, einhver verður upp á tíminn, hvort það séu 2 eða 3 mínútur, veit ég ekki alveg. Þeir eru ekkert mikið að tilkynna hérna í bóðanum. Þessi bolti á langur fyrir Grímsa. KA2, HK 1. Þetta gjörbreytir stöðunni í riðlinum. Þá er KA að fara upp fyrir HK á markatölu. Bæði lið þá með 60 eftir 2 leiki. Það er að segja ef að strákarnir ná að hanga á þessu. Og HK á auk þess eftir leik gegn Íslandsmeisturum Vals. Þannig að þetta gæti verið ansi stórt skref hjá strákunum í 8 sæti í 8 úrslitum Lengjubikarins, sem er þetta nákvæmlega sem við viljum. Við viljum fara langt í þessari keppni, fá mikilvæga æfingaleiki fyrir sumarið. Það er alltaf erfiðara fyrir okkur hérna fyrir norðan að fá stóra og alvöru æfingaleiki. Eins gott og Kjartanesmótið er, þá er það bara ekki alveg sami standard að spila móti liðum hérna í kring eins og á móti bestu liðin landsins. Komin 1 mínúta upp á tíma, ætli þetta séu 3 mínútur sem var bætt við, það er spurning. Jæja, Danni keyrir upp hérna, hann er með Sveinmargeir með sér og Danni, flott hreyfing hjá honum og skýtur í Sveinmargeir. Þetta, já, þetta var heldur betur klaufalegt. Nökkvi liggur hérna eftir, hlupa ákvotana hann Nökkvi og Ívar Örn. En ég ætla þessum bara aðeins að ná andanum. Það er enga aðstoð og við getum haldið áfram leik hérna. En já, hérna ætlaði Sveinmargeir að koma hlaupið og fá boltan hugsanlega frá Danna, en Danni var klálega að fara að vinda skotfótinn og þruma bara í Sveinmargeir. Í væntanlega ekki alveg það sem hann ætlaði sér. Hann Sveinn þarf að segja. Jonathan Hendriks tekur þetta 92 mínútur á klukkunni. KA-liðið er að sigla þessu. Þeir eru bara að halda bolta og hérna kemur boltin upp í hornið. Og Nökkvi setur hann á Danna og Danni reynir að vinna tíma, dýrmætan tíma, brotið á honum. Það er komin heldur betur pirringur í gestina. Þeir eru bara kemur skipting á KA-liðinu. Hver skiptir út? Já, sýnist. Nei, það verður einhver að skipta fyrir Björgvin Mána sem bíður spenntur að koma inn á. Þarna Daniel Hafsteinsson sem skiptir og inn á í hans stað mætir Björgvin Máni Bjarnason. Fær hérna nokkra sekúndur. Grímsi bara að halda bolta. Vinnum innkastið. Já, það er bara spurning hversu lengi við þurfum að hanga boltanum. Það hefur greinilega engan áhuga á að reyna að bæta við, enda svo sem engin tilgangur til. Bara að klára þetta, sigla. Enn eitt brotið. Brotið á Grímsa þarna. Sjáum þetta, komum það 16 aukaspyrnur á gestina. Kom þar 4 mínútur á klukkuna. En tökum þetta bara stutt og vinnum hornspyrnuna. Þetta gerði
Grímsi vel. Svo 10. í röðinni. Og dögum stutt. Þetta skemmtilegur leikur. Sveinn Margeir. Já, þá náður að pikka boltanum frá. Hafa einhver tíma eftir hérna. Já, það virðist vera. En klaufar þarna og KA-liðið vinnur innkastið og þetta hlýtur að vera búið núna. Komnar 5 mínútur í uppbótartíma. Það var alltaf ekki svona mikið af töfum í þessu og þá þetta búið. KA tryggir sér 2-1 sigur á HK. Þetta var erfiður sigur að ná en strákarnir gerðu virkilega vel í að halda haus og sóttu þetta vel. Sjáum hérna marka söguna. Bjarni Gunnarsson kom HK í 1-0 strax á 70 mínútu þegar voru fljótari refsa okkur eftir að við heldum við hefum komist í 1-0 en rangstæða enda á Ásgeir Sigurgeirsson og í kjölfari skoraði Hallgrímur Már Steingrímsson virkilega gott mark úr aukaspyrnu sem jafnaði 1-1 og Ásgeir Sigurgeirsson tryggði svo 2-1 sigur KA með flottu skallamarki eftir hornspyrnu frá Hallgrímur Már á 87 mínútu og KA sækir dýrmætt 3 stig í Lengjubikarnum og núna komin í ansi góða stöðu með að fara upp úr riðlinum sem nákvæmlega sem við viljum. Strákarnir búin að svara núna með 2 sigurum eftir tapi gegn Íslandsmeisturinn Vals í fyrstu umferð. Kíkjum hérna á tölfræði leiksins, réttar við verðum að setja gott. Hún kemur hér. 2-1 sigur KA með 20 skottilraunir eða marktilraunir í leiknum, 8 á ramman, gestirnir með 4 skot, 3 á ramman og sjáum við það að Arnar Freyr í marki gestana með 6 varin skot, Kristján Jægal og 2, 10 hornspyrnur á KA gegn 2 og eins og ég segi, KA-lið bara í heildina bara betri aðilinn í dag og vinnarunni bara sanngjarnan sigur þó að HK hefði vissulega alveg getað stólið eitthvað úr þessu. En já, ég held að við fyrir að setja gott hér í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég og þakka kærlega fyrir hlustunina og Baldur Halldórsson á myndavélinni, þakkum honum kærlega fyrir það starf. En já, minni áttúrulega á það áfram nóg að vera á KA TV og endilega fylgist þið áfram vel með starfinu. Takk fyrir í dag, bless bless!